Nú, já, það Freyja sem huldumaðurinn þannig. Jæja, þá skulum byrja þetta. Góðan daginn, kæru félagar, nær og fjær. Ég heiti Sigfús og varaformaður Samfylkingarfélagsins Reykjavík og býð ykkur velkomin á stefnumót með frambjóðanda. Við erum semst á fyrsta stefnumóti í eiginlegri merkingu með frambjóðandas í fundaröð til næstu 2 vikna, það er að segja 3 í þessari viku og 4 í næstu viku. Og sá sem ríður af er enginn annar en Jóhann Páll Jónsson. Jóhannsson, já. Hann situr í öðru sæti í Reykjavíkurkjördæmi norðurs. Hann er 28 ára stjórnmálahagfræðingur og við bjóðum hann bara hreinlega velkomin til leiks og byrjum kannski bara fyrstu spurningunni. Er það lógískt eða eins og maður myndi segja á góður íslensku, meikar það sens að ungu maður búinn að mennta sig, búinn að starfa sem blaðamaður og ætla sér beint á þing og gera einhverja flotta hluti þar vonandi? Meikar það sens? Ég til þín, Jóhann. Já, er það eitthvað síður lógískt heldur en að einhver annar gerir það? Blaðamenn náttúrulega fá svona þjálfun í að setja sig inn í alls konar mál og beita dómgreindinni sinni þegar þeir skrifa þau. Og þetta er stétt fólk sem vinnur oft mjög langan vinnudag og fæstir fá neitt sérlega vel borgað fyrir það. Ég sé ekki til fyrirstöðu að blaðamenn farin á þing og það er nú aldrei tíðkast. Ritstjórar gömlu blaðana oft á þingi og svona. Gott mál. Herði, takk fyrir þetta. Ég náttúrulega gleymdi fyrstu spurningunni. Þetta var svona önnur spurning. Það var matarspurningin. Fyrsta spurningin er náttúrulega hverja manna ertu? Já, pabbi heitir Jóhann G. Jóhannsson og hann er tónskáld og var tónlistarstjóri Þjóðleikhússins árabil. Kannski þekktastu fyrir leikhústónlist sem hann samdi, Skilaboðaskjóðuna. Kannastu við hana? Mamma er fiðluleikari í Sinfóníuhljómsveitinni og tónlistarkennari. Þannig að ég er svona alveg upp á miklu tónlistarheimili. En ákvað að valda vonbrigðum og fara ekki inn á þær brautir sjálfur, sko. Úr hvaða hverfi ertu? Hvaðan ertu? Ég er úr Laugarás hverfinu. Það er rétt hjá. Já, ólst upp í húsið á móti bláu blokkinni þarna, rétt hjá Hrafnistu. Já. Farið væntanlega þá í gegnum grunnskólann þar og svo bara var í Ísaksskóla til að byrja með og svo Laugarnesskóla og Laugalækjarskóla. Já. Fór í MR eftir það. Já. Þá held ég eru komnar einhverjar spurningar. Með mig situr Vilborg, stjórnarmaður í SFFR og við erum svona velta fyrir okkur að hafa bara opin panel fyrir spurningar. Já, við viljum hafa þannig ef við erum með spurningar bara skrifið þið það í chatið. En við fengum líka fyrirmæli, við ættum að líka spyrja Jóhann til dæmis eitthvað svona áhrifavald fyrir þínu lífi. Hver er svona áhrifavald fyrir eitthvað svona í þínu lífi og af hverju? Já, kannski foreldrar mínir einhver leyti og systkini mín og svona, systur mínar. Áhrifavaldar, sko, hvað skal segja? Ég fylgist ekki voðalega vel með svona áhrifavöldum svona á samfélagsmiðlum, sko. Ég er ekki með Instagram til dæmis, þannig að ég get ekki nefnt einhverja svona Birgittu líf eða eitthvað svoleiðis áhrifavald, sko. Nei. En í víðara samhengi. Já, talandi í víðara samhengi. Ég var að nefna kannski bara stjórnmálamann eins og Clement Attlee sem vinnur rosalegan kosningasigur beint eftir seinni heimsstyrjöldina. Munum að við skulum hafa það í huga núna þegar við erum að klára þessa plágu, sko. Og komast út úr því ástandi að Churchill sem vann stríðið, hann tapaði kosningunum og verkamannaflokkurinn rústaði þeim kosningum bara með því að tala fyrir breyttri samfélagsgerð og betri framtíð. Og já, ég held að Logi ætti að taka sér svolítið til fyrirmyndar, sko. Og það sem verkamannaflokkurinn gerði svo á einu kjörtímabili, sko, þegar
þegar Bretland var skuldsettara heldur en nokkru sinni fyrr. Ég held að Bretar hafi skuldað Bandaríkjunum svona bil 150% af vergri landsframleiðslu sinni, var að þeir komu upp sko alvöru almennu heilbrigðiskerfi, kom upp svona alvöru félagslegu húsnæðiskerfi, stofnuðu þjóðnýttu Bank of England og bara skiptu kúrs í bresku þjóðfélagi sko. Og þetta gerist bara á örfáum árum þegar enginn trúði því að þetta væri hægt rétt eftir seinni heimsstyrjöldina. Þannig ég held að einhver áhrifavaldur úr sögunni væri væntanlega hann. Hann þótti mjög svona ósjarmerandi sko og ekkert voðalega skemmtilegur sko, en hann rústaði kosningu. Glæsilegt. Vilborg, voru komin einhverja beiðnir spurningu? Nei. Við erum svo sem nóg spurningum hérna í okkur, það ekki það? Já, meðan það býður þá ég kannski bara með næstu og þetta kannski svona praktísk spurning á frambjóðanda, háa sem lága, unga sem aldna, ef þú kemist nú inn á þing á morgun og fengir öllu ráði, hvað væri svona fyrsta málið sem þú mundir mæla fyrir eða reyna að fá samþykkt, reyna að fá í gegn eða vinna með öðrum flokkum? Svona það er eitthvað eitt tiltekið mál. Ég vona nefnilega að við komumst ekki bara inn á þing heldur, að við fáum svolítið öllu ráðið, að við verðum í ríkisstjórn og að svona stór hluti tímans og þunginn í vinnunni á þinginu fari í að koma góðum stjórnarmálum í gegn og styðja við þau. En svona varðandi þingmannamál og svoleiðis þá náttúrulega eru svona ákveðin mál sem mér eru mjög hugleikin. Ég vil fara inn á þing sem sko fulltrúi minnar kynslóðar. Núna er það þannig til dæmis að það eru 2 ráðherrar í ríkisstjórninni sem eru örfáum árum eldri en ég, en mér finnst það ekki endurspeglast sérstaklega í þeirra verkum að það sé þeirra kynslóð sem eigi að ríða eitthvað sérstaklega feitum hesti í þessu COVID-ástandi eða í uppbyggingunni sem framundan. Það sem ég vil gera náttúrulega við þurfum að koma á bara almennilegu barnabótakerfi á Íslandi. Við erum eftirbátur hinna Norðurlandana. Við erum með kerfi sem byggir á mjög skörpum skerðingum sem byrja mjög neðarlega í tekjustiganum. Ég hef talað fyrir því að þetta verði eitt af stóru málunum sem við setjum á dagskrá núna næstu mánuði. Við sjáum til dæmis að Joe Biden í Bandaríkjunum er að sigla fram úr Íslandi þegar kemur að því að reka norrænt barnabótakerfi. Það hljómar lygilega að segja þetta, en ef allt gengur upp hjá honum þá verða Bandaríkin komið með skandinavískara barnabótakerfi heldur en Ísland. Það er að segja að breytingarnar verða varanlegar sem lítur jafnvel út fyrir og svona sterk öfl í demókrataflokknum er að tala fyrir. Eins og staðan er núna á Íslandi til dæmis, þá er meðaltekjufjölskylda með bil 100% af barnabótunum sem meðaltekjufjölskylda í Danmörku fær. Þetta er bara fáránlegt, við eigum ekkert að sætta okkur við svona kerfi, af því þetta er besta verkfærið okkar til þess að draga úr svona fjárhagslegum afleiðingu þess að eignast börn, og þetta er bara þetta er algjört pjúra jafnaðarmál. En þetta er svona stórt kerfisbreytingamál en það sem kannski einstakur þingmaður getur gert, þá þetta mér til dæmis í hug og þá leita stuðnings við þvert á flokka. Ég meina bara einfalt dæmi sem myndi gagnast barnafjölskyldum og ungu fólki er að laga fæðingarorlofskerfið þannig að lágmarks fæðingarorlofsgreiðslurnar jafngildi lágmarkstekjutryggingu, sé ekki bara 80% af henni. Það er aðgerð sem myndi kosta kosta á bilinu 1-2 milljarða á ári að framkvæma. Það er svona, mér finnst það að vera borðleggjandi þingmannamál. Svo náttúrulega er ýmislegt sem ég brenn fyrir bara sem tengist því sem kannski ég hef gert í gegnum tíð. Ég meina, mér finnst það að vera til dæmis verkefnasjóður fyrir rannsóknarblaðamennsku á Íslandi. Mér finnst að það að fylgja með í svona þessum fjölmiðlalögum, fjölmiðlapakka að rannsóknarblaðamenn geti sótt um styrki til að rannsaka ákveðin mál og svoleiðis styrkbeiðnir fái faglega meðferð. Já, þetta er kannski það sem þetta í huga akkurat núna. Ég las viðtalið við Jóhann að það sem tala svolítið um útlendingastofnun. Já. Svona breytingar á útlendingastofnun. Svona hvernig sér það fyrir þér?
Ég held við þurfum bara svolítið að sko, það séu alls konar hlutir sem stjórnmálastéttin hefur svolítið veigrað sér við að taka afstöðu til varðandi útlendingamálin sko. Það þurfi svolítið að ráðast í svona alvöru endurskoðun á þessum útlendingalögum af því að eins og reglurnar eru núna þá misbjóða þeir bara réttlætiskennd þorra Íslendinga, leyfi ég mér að fullyrða. Koma sko bara á nokkra vikna fresti nánast, koma upp mál þar sem allt er brjálað í samfélaginu yfir ákvörðunum Útlendingastofnunar, ákvörðunum sem byggja á oftast byggja þær á lögum, stundum brýtur Útlendingastofnun lög, reyndar allt of oft, en svona í grunninn þetta ákvarðanir Útlendingastofnunar eru náttúrulega afleiðingin af stefnu sem löggjafinn mótar. Og ég held bara að við þurfum að taka upp útlendingalöggjöfina í heild sinni og ég er ekki með einhverja töfralausnir þar akkurat núna. Ég held að þetta sé eitthvað sem ég held að það þurfi bara að setjast niður með Rauða krossinu til dæmis og bara hanna einhverja útlendingalöggjöf þar sem eitt gengur yfir alla. Já. Það komur Margrét Björns, þú ert með spurningu? Gjörðu svo vel. Margrét, heyrir í okkur? En var hún kannski bara með spurningu á tjatinu? Já. Ekki bara, en húsnæðismál? Já. Við erum náttúrulega með þetta góða módel í Reykjavík sem hefur reynst rosalega vel, en það er ekkert nóg að gera þetta bara í Reykjavík. Sem snýst að svona félagslega húsnæðisuppbyggingin er fyrst og fremst á hendi byggingafélaga sem eru stofnuð af stéttarfélögunum og ríkið veitir stofnframlög, borgin veitir líka stofnframlög í formi leyfa og í formi niðurfellingar á gjöldum og að veita lóðir og svo framvegis. Og þetta er svona það sem kemst næst í á Íslandi að vera einhvers konar vísir að endurreisn gamla verkamanna bústaðakerfisins. Og ég held að það eigi bara að útvíkka þetta og gera þetta út allt land og gera þetta miklu meiri þrótti. Ég held að við ættum bara að setja okkur ákveðin markmið ákveðin mörg þúsund íbúðir á ákveðin mörgum árum og fylgja þessu eftir. Þetta er bara mjög mikilvægt að við erum alltaf einhvern veginn að tækla húsnæðismálin á eftirspurnarhliðinni. Það er svona skammgóður vermir. Við eigum að gera þetta á framboðsliðinni, byggja. Og það gerum við einhvern veginn svona. Maður ætla að bæta við húsnæðismálin, ertu það kannski að hugsa að það sé eins og stéttarfélögin, verkalýðsfélögin sem að haldi þessu áframis út á landi, svo þeir að byggja núna Bjarg húsnæðisfélag og svo þetta borga cirka 35-8% tekjónuðin í húsaleigu. Er eitthvað þannig þegar þú ert að hugsa við heldum bara áfram út allt land? Já. Í samvinnu þá við stéttarfélögin eða? Samvinnu við stéttarfélögin, en svo getur bara vel verið að í sumum tilvikum sé betra að sveitarfélögin stofni sín eigin félög og gera þetta eða ríkið. Það er ekkert endilega víst að sama lausnin virki 100% allstaðar sko. En þetta hefur reynst mjög vel í Reykjavík og ég held að við ættum að útvíkka þetta eins og hægt er sko. Þetta snýst náttúrulega ekki bara leigufélög, þetta verður náttúrulega líka að fólk eigi kost á að kaupa sér sínar íbúðir. Já. Það er mjög mikilvægt. Það vilji það. Einmitt. Upp til hópa, það hafa kannanir seint sko. Það þurfa að hafa báða þessa valkosti. Já, en ég heldur reyndar að aðal ástæðan fyrir því hvað að fólk vill ekki vera í leiguhúsnæði er bara hvernig sá markaður er og hvað þetta er dýrt. Já, ekki bara. Nei, ekki bara, en Það hefur verið kannað sko. Já. Þakkum Margrét fyrir þessa fínu fyrirspurn. Ég er með einu spurningu sem beint á þig, Jóhann. Ég ætla bara að fá að vera svolítið óformlegur og kalla það bara Jói, eins og ég var nú að gera dagstaglega þegar umgengst þig og ég held að við gerum það bara öll að við hugsum bara út frá flokknum okkar, Samfylkingunni. Og þá ætla ég bara að spyrja sem er frambjóðandi og ofal á lista. Hvað þarf að gera til þess að við vinnum þessar kosningar? Sko. Við þurfum að tala í takt og við þurfum að vinna eins og brjálæðingar. Við þurfum að svona einhvern veginn
sko, núna náttúrulega, þetta eru svo skrýtni tíma sem við erum á. Það bólusetningarnar ganga vel og það svona svolítið bjartsýnisalda held ég að ríða yfir landið. Og það skiptir mjög miklu máli held ég að þessar kosningar verði ekki eitthvað referendum ríkisstjórnina og framistöðu hennar í COVID og bólusetningar eða eitthvað svoleiðis sko. Heldur þurfum við að tala framtíðina. Eins og ég sagði áðan með Churchill og Attlee, ég held að það er ágætlega við í allt öðru og smærra samhengi. Við eigum bara, það sem við höfum fram yfir ríkisstjórnarflokkana er að við erum með frábæra stefnu. Við erum með stefnuna sem hefur búið til bestu samfélögin í heimi. Við erum með frábært fólk á listum og við erum með mjög öflugan mannskap og við höfum þetta bara fram yfir mjög marga aðra flokka sko. Og þetta er bara ákveðið forskot sem við höfum. Við sjáum núna að við höfum sunkað aðeins í könnunum, ætli það sé ekki meðal annars út af þessari bjartsýni og Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega hann hefur greinilega grætt á því að leika svolítið tveimur skjöldum í sóttvarnamálum. Vera svona með Sigríði Andersson og Brynjar á hliðarlínunni að kvabba meðan svona Bjarni virkar svona ábyrgur og þannig að og svo náttúrulega hefur vond áhrif og fráhrindandi þegar það eru svona einhverja innansveitar króníkur og svona hamagangur í gangi í flokknum okkar. Það smittar út frá sér. En nú þurfum við bara að vera rosalega fókusiruð, þurfum að tala framtíðina, tala þær gagngeru breytingar sem við þurfum að gera á íslenskri samfélagsgerð og minna fólk á það að eini möguleikinn þetta veltur allt á því að Samfylkingunni gangi vel í kosningunum. Það er lykillinn að því að vera hægt að mynda einhvers konar umbótastjórn, einhvers konar félagshyggjustjórn á Íslandi. Ég meina, af hverju haldið að Bolli Kristinsson auðmaður sé að dæla einhverjum milljónum í auglýsingar og falsfréttir Samfylkinguna og kaupa bestu auglýsingaplássin á Íslandi undir svoleiðis auglýsingar, viku eftir viku, mánuð eftir mánuð. Það er að því að hann og hans slekti er bara skíthrætt við Samfylkinguna. Meira að segja þótt við séum ekki nema að mælast með 12% núna í könnunum. Það er að því að við erum þessi lykillinn að breytingum og við það til dæmis að segjast ekki ætla að vinna með Sjálfstæðisflokknum, þá erum við að gera okkur að skotmarki og þetta mun bara aukast. Það verður bara meiri og meiri hamagangur næstu mánuði og við þurfum að þola það og við þurfum bara að brosa og tala fyrir því sem við trúum á og leggja fram svona raunhæfar lausnir og skýra framtíðarsýn. Og ég held bara ef við stöndum saman, ef við svona nöldrum og svona tjöttum einhvern veginn minna og gerum bara meira, hringjum fleiri símtöl, göngum í fleiri hús, virkjum fólkið í kringum okkur, þá mun okkur ganga vel. Þú ert kannski akkurat komin inn í spurningunni frá Ólafi Kjartani, sérðu hana þarna? Ég er Ólafi að bara spyrja spurningarna ef hann treystir sér til og vera með okkur aðeins í ástæðum. Einmitt. Almennir flokkur. Sigfús, vill það ég byrja upp spurninguna? Já, ég held að það væri bara lóðið að þú gerir það. Gaman að sjá það líka og heyra frá þér. Já, sjáu þið mig. Dásamlegur. Við sjáum þig. Við erum ég er sem sé að horfa á fund Samfylkingarfélagsins en Bryndís er að horfa á Dóru landkunnið. Og ég er með heyrnartól til að trufla hann ekki. Spurt hvort sem er spennandi. Já, einmitt, það er spurningin sko. Ég er auðvitað með annað auga líka á Dóru. En spurningin er sem sé ég framhaldi af þessari spurningu sem þú spurðir Sigfús, sem ég fannst góð. Hvað við almennir flokksfélagar getum helst gert til að stuðla kosningasigri í haust. Og svo er ég með aðra spurningu sem ég sendi líka inn en get borið upp bara á eftir, sem við byrja þessari. Já, byrjum þessari. Takk. Til ótal leiðir til að hjálpa og mesti þungin verður náttúrulega síðustu 2 mánuðina. En núna til dæmis ég held að hringingarnar sé eitthvað sem skiptir gríðarlega miklu máli. Af því að það snúast og ég held að kannski að margir miskilja aðeins hvað það snúast. Það snúast ekki það að hringja og sannfæra fólk að kjósa okkur. Það kemur meira á seinni stigum sko. Snúast fyrst og fremst að safna liði fyrir lokasprettin. Heyra hljóðið í fólki og bara safna í rauninni upplýsingum. Við viljum geta talið okkur svolítið upp sko. Í Reykjavík þá þetta nokkur þúsund, við þurfum til þess að fá til dæmis 3 menn, þá þurfum við til að fá þar að segja 6 menn samtals í Reykjavík, 3 menn í hvoru.
sem einhverjum gæti þótt bjartsýnt, en mér finnst það mjög raunhæft, þá þurfum við svona cirka, ég held að við þurfum þá svona 8-9.000 í hvoru kjördæmi eða svo, og það væri best að geta bara farið að telja okkur svolítið upp í þetta, sko. Bara safna fólki sem er líklegt til að kjósa Samfylkinguna eða segist, eða bara hefur heitið í að kjósa Samfylkinguna, að við lumum á listum yfir nokkuð þúsund nöfn, sko, þegar það kemur, sko, og að einhverju þeirra kjósi utan kjörfundar og svo framvegis, sko. Og þetta kemur með símhringingum. Núna erum við í þessari upphitun að læra inn á kerfið og að safna fólki sem kemur svo með okkur í þetta á lokasprettinum. Og þá verður náttúrulega líka gengið í hús og svoleiðis, og það snýst ekki bara að rétta fólki blóm, heldur að sannfæra fólk í dýragettinni. Og bara svo lengi sem við erum með sterka, vel útfærða og framsetta stefnu, þá held ég að við munum uppskera í haust. Ok. Óli, þú varst með, var þetta nóg, viltu meira, viltu bara koma með næstu? Já, ég minni á þessar hringingar sem ég nefni, þær eru á laugardögum og miðvikudögum, og þetta er mjög skemmtilegt, sko, líka, og maður fær oft bara, þegar maður hringir þessi símtöl, það oft bara mjög gott, sko, upp á það að þreifa á fólki og svona fá einhver að sýna á það hvað fólk að hugsa og svoleiðis, sko. Og maður fær hugmyndir við það, og þetta er bara, og að holta að gera þetta, sko, og skemmtilegt. Og flestir taka bara mjög vel í þessar símhringingar. Þannig að já, laugardögum og miðvikudögum, og þetta er í gangi í Sóltúninu þá. Mjög gaman. Já, ég er náttúrulega mjög ánægður með þetta svar. Ég er sammála með hringingarnar, og eitt í því sem kannski skiptir miklu máli, það er að þetta er besta æfingin fyrir frambjóðendur líka, sko. Já, nákvæmlega. Ef þeir hringja 500 símtöl í vor, þá verða þeir betri í kjaftinum í sumar og haust þegar þeir þurfa að mæta fólki í alls konar aðstæðum og standa fyrir máli sínu. Þannig að ég kannski að bera upp bara næstu spurningu þá sem ég sendi inn í chatið. Það sem þú út komið orðið, þá er það bara í góða leik, gjörðu svo vel. Já, takk. Sorry, ég er kannski frekur orðið hérna. Já, ég er bara forðin að vita nú, sko, ég þekki Jó ágætlega, en ég veit ekki svar við þessar spurningu. Þú ert frambjóðandi okkar í Reykjavík. Er einhver sérstök hagsmunamál Reykvíkinga sem ríkisstjórnin hefur ekki sinnt nógu vel, sem þú og við í Samfylkingunni myndum sinna betur í ríkisstjórn? Já. Yfir til þín. Sko, skulum bara til dæmis hafa það í huga að stærstu sko einstöku aðgerðirnar í loftslagsmálum á Íslandi, þær eru í boði Reykjavíkurborgar undir forystu jafnaðarmanna þar. Það er borgarlína og það er aðalskipulagið, þéttingarstefnan öll. Og þetta er eitthvað sem sko, ég held að borgin hafi alls ekki fengið í rauninni nógu mikinn stuðning við svona frá ríkinu. Og ég sko, borgarlína er komin í mjög góðan farveg, en ég hef mjög miklar áhyggjur af því ef segjum að þessi ríkisstjórn haldi kannski næstu því velli en þurfa að kippa með sér miðflokknum eða eitthvað svoleiðis, að þá verði hægt að gera ýmislegt til þess að tefja borgarlínuna eða stöðvana. Eins með náttúrulega Reykjavíkurflugvöll, ég meina þetta er það skiptir bara mjög miklu máli hver stjórnar landinu í þessum stóru hagsmunamálum Reykvíkinga. Og ég held að ríkið hafi bara sömuleyti gert borginni erfitt fyrir, og við sjáum núna þegar borgin er í rauninni að standa sig miklu betur í fjárfestingum, opinberum fjárfestingum heldur en ríkið. Ég meina, allt í allt drógust opinberar fjárfestingar saman á Íslandi í fyrra, en það stórjukust hjá Reykjavíkurborg meðal annars grænar fjárfestingar, sko. Við sjáum meðan Reykjavíkurborg er að gera þetta, þá eru sko ekki bara sjálfstæðismennirnir í minnihlutanum í borginni, heldur líka í landsmálapólitíkinni svona í rauninni hnýta í borgarstjórnarmeirihlutann og reksturinn þar eins og það sé sko óábyrgt að vera fjárfesta í nærsamfélaginu, sveitarstjórnarstiginu. Ég held til dæmis bara, ef eitthvað er á ríkið að flýta borgarlínunni og leggja inn peninga til þess, þá bara tryggja það að borgarlínunni verði hraðað eins og kostur er, og eins með hjólastíga og það allt saman. Og í samgöngusáttmálunum, þetta er eitthvað sem hefði átt að gerast strax þegar COVID byrjaði, þegar það var ljóst að einkafjárfestar myndu halda sér höndum næstu árin, þá átti náttúrulega bara ríkið að segja, já, nú bara flýtum við
þeim aðgerðum í samgöngusáttmálanum sem skila mestum loftslagsávinningi og þeim aðgerðum sem eru mannaflafrekastar. Við þurfum að skapa störf. Þannig að, hvað segir Margrét? Með félagslega þætti. Já, ég meina Reykjavík náttúrulega, kannski stóra málið náttúrulega með Reykjavík og velferðarmálin er það að Reykjavík í rauninni er alltaf að taka á sig byrðarnar og í rauninni redda nágrannasveitarfélögunum fyrir horn þegar kemur að félagsþjónustunni. Og sko það þarf bara að skýra þessi hlutverk miklu betur og Reykjavíkurborg þarf þá að hafa bolmagn til að sinna þessu ef þetta á að vera svona áfram en ekki ríkið að sinna þessum verkefnum sko. Og er endalaust verið að hlaða nýjum sko verkefnum yfir á sveitarstjórnarstigið án þess að fé fylgi. Og þarna finnst mér Reykjavíkur þingmenn eiga að vera mjög bara afgerandi. Og það er ekki eitthvað óeðlilegt kjördæmapot að Reykjavíkur þingmenn standi sig í stykkinu og tali máli Reykvíkinga og verji hagsmuni þeirra þvert á móti. Og eins gagnast það landsmönnum öllum að við séum með sterka höfuðborg sem er bara mjög mikilvægur svona stofnanalegu hlutverki meðal annars í velferðarþjónustu. Okay. Takk fyrir þetta. Ég er kannski með eina spurninguna og læt bara á það. Kannski svona ekkert fjarri því sem að Óli var að spyrja en þá kannski meira svona almennt séð ekki bara hér í borginni. Er ykkur svona einn málaflokkur sem að þér finnst við sem flokkur eigum og megum tala skýrar eitthvað sem þér liggur svona meira á hjarta varðandi einhvern einn ákveðinn málaflokk? Ég veit þú ert búin að tæpa á húsnæðismálum en svona kannski ekki einhver jaðarefni heldur svona þessum megin stefum sem að getur skipt bara hinn almennu fjölskyldumáli mögulega bara með haustinu eða til næstu ára ef okkur auðvist að komast í ríkisstjórn. Takk fyrir, gjörðu svo vel. Já, sem við mættum tala skýrar Loftslagsmálin náttúrulega er dæmi málaflokk sem er mjög erfitt að tala skýrt Það er allt eitthvað grænar lausnir og loftslagsmarkmið, kolefnishlutleysi, þetta er svona hugtök sem ég held að margir eigi erfitt með að átta sig á. Þannig að ef okkur tækist að tala á skiljanlegum nótum það, þá er til mikils unnið held ég. Ég ætla þá kannski bara bæta kannski við þessu spurningu sem er einmitt loftslagsmálin því að sumir myndi halda, þetta er alveg rétt eins og ég upplifði svolítið sama, þetta er svolítið erfitt að pakka þessu saman í einn sætan lítið pakka ef menn ætla þá leið að útskýra fyrir mögulegum kjósanda eða öðrum og þess vegna velti ég fyrir mér sem er þó bara kannski bein framlenging af þessu, er loftslagsmál á umræðan, er þetta bara mál ungu kynslóðarinnar? Og ef ekki, af hverju tekst okkur þá ekki að fá fleiri á vagnin með það til þess að skilja að vera með? Já, ég meina þetta er náttúrulega ekki bara það, af því að eldra fólkinu hlýtur líka að þykja vænt barnabörnin sín og velja veg þeirra sem mestan. Þannig að en ég held að loftslagsmálin séu einmitt smám saman þótt að það hafi tekið langa tíma að verða að í rauninni fá sömu vikt svona í hugum fólks og ýmis önnur mál þegar kemur að kosningum sko. Var við séð bara nýlegar málefnakannanir sem benda til þess og við sjáum það að það í Evrópu núna til dæmis græningjaflokkurinn í Þýskalandi að sigla fram úr kristilegu demókrötunum í fylgi sko. Mjög merkilegt. Það verður örugglega í ríkisstjórn næst. Ég man ekki alveg hvenær kosningar eru þar sko. En það er heldur bara 2 vikum eftir okkur held ég. Já, ok, já. Einmitt. Svo eru ég meina Boris Johnson er búinn að gera loftslagsmálin svolítið að sínum, þótt hann sé nú ekkert sérlega metnaðarfullur í stóra samhenginu, en ég held einhvern veginn að þetta sé bara að breytast sko, að þetta sé að verða svona málaflokkur sem
höfðu til fleiri, en það sé kannski fyrst og fremst einmitt unga fólkinu að þakka, sko, sem svona setti þetta almennilega á dagskrá og ég held að það sé allt, sko, þróast rétt átt þannig sé, sko. Þá kannski, Jóhann er með svona spurningar í framhaldi af því og tala um unga fólki. Þú sagði líka áðan að þegar þú kemur á þing, myndir þú vilja svona vera fulltrúi þína kynslóðar. Það náttúrulega eru menntamálin, sem náttúrulega eru málefni unga fólksins, yngra fólksins. Hvað segirðu um það? Já, ég get ekki alveg ímyndað mér, sko, mér er svo gaman í framhaldsskóla, sko. Ég vorkenni svo framhaldsskólanemunum sem lentu fyrst í því að Illugi Gunnarsson tók að þeim 1 ár, sko, og svo tók COVID að þeim annað og þá það eru 2 eftir, sko. Menntamálið, þetta er bara svo stór málaflokkur, ég veit ekki alveg hvar á að byrja, sko. Nóg tíma, já. Við erum með frábæra stefnu í menntamálum sem við benda á, sko. Þannig sé einhver við hann að bæta akkurat hér og nú, sko. Ég er með spurningu. Já. Gjör svo vel, Teitur. Hæ. Ég verið að spekla í, sko, og ég er búin að vera í skemmtlum umræðum á Facebook varandi leikskólapláss og barnabætur og slíkt. Og ég heyri alltaf, ég vil að fátækt fólk fái mikinn afslátt af leikskólagjöldum vegna þess að við getum það og barnabótakerfið er bara ekki að virka fyrir okkur. Það bara lélegt og barnabæturnar fara ekkert fyrir börnin, þeir fara fyrir skuldir og vísa og einhverjar ræðgreiðslur. Og skemmtilegar umræður sem að fóru þarna í gegn og ég fór að hugsa að það hefur alltaf verið bent á gallinn við það að vera með progressíft barnabótakerfi þannig að allir fái jafnt, þannig að Robert Westman fær það sama og kona sem skúra hjá honum. Þetta er svona svolítið mantra í sósíaldemókratískum fræðum, en hún er ekki á Íslandi, en þetta er draumur margra að allir fái það sama og þetta sé hugsað fyrir börnin og annað slíkt. Og það sé að með þessu móti, ef við ætlum að tekjutengja barnabætur, þá eru jaðarskattar svo slæmir. En þá fór ég að hugsa að þetta módel og þessi gagnrýni á til dæmis jaðarskatta, það var gert áður en forritið Excel kom fram. Það er ekkert mál að reikna út skattaprósentu á tekjur. Það er ekkert mál að hafa 10 skattþrep. Það er ekkert mál að hafa 20 skattþrep. Það er ekkert mál að hafa svo mörg skattþrep að jaðarskattar þurrkast bara út, þau verða ekki vandamál. Þannig að ég skal bara við þurfum að leiða huga því að sósíaldemókratíska stefnan okkar, hún er svolítið svolítið gömul. Við erum að fara með gamla tuggur. En á sama tíma hefur hægrið bara rúllað yfir okkur. 10% þjóðarinnar eiga 50% af öllu. 1% þjóðarinnar á 30% af öllu. 0,1% þjóðarinnar á 15% af öllu. Ertu með spurningu? Hvað finnst þér um þetta? Já, Við erum að skipta um tempó. Ég er bara hjartanlega sammála þér, Teitur. Það er ekkert Íslandi ofviða að vera með almennilegt progressíft skattkerfi, sko. Við erum með flatasta tekjuskattskerfið á Norðurlöndunum, sko, sem hyglar hátekjufólki miklu meira heldur en gert í hinum löndunum, sko. Og leið skattbyrðin hærri hjá meðaltekjufjölskyldunni hérna. Við eigum bara að koma á almennilegu hátekjuþrepi á hæstu launatekjurnar. Ekki bara launatekjurnar heldur líka fjármagnstekjurnar. Þetta ætti prósentan að vera nær 30% heldur en 20%. Og svo eru líka fyrirtækjaskattar á Íslandi, þeir lægstu í heiminum, held ég. Ekki þeir lægstu í heiminum, sko, en þeir eru, já, svo er náttúrulega eignarskattarnir. Ég meina, stóreignaskattar eru bara mjög skynsamleg og hagkvæm tegunda skattlagningu. Já, og maður bæta við, þegar ég tala um eignarskatta, þá kemur hægrið og Já, ég er ekki að tala um fasteignaskatta, ég er að tala um heildareignaskatta, sko. Það er bara eignarskatta, þá kemur hægrið alltaf við erkitýpuna um
ríka eða duglega gamla fólki sem Já, býr í já. stóru húsunum. Já, Það má bara gera undantekningu frá því. já, við höfum að vera með sko bara frí eigna mark sem miðast við til dæmis bara góða fasteign, jafnvel sumarhús líka. Þannig að þessi til þess að slá vopnin úr höndum hægri manna þegar þeir koma með eitthvað svonalega sko. Mér finnst bara lykillinn einmitt með stóreigna skatta að fríeigna markið sé þokkalega hár og svo að skatturinn sé bara svolítið sé stighækkandi og svoleið sko. Gott að heyra. Jói, Vandamann Ég ætla aðeins bara að stoppa. Ég langar kannski að hafa formið þannig á þessu að þeir sem vilja koma með spurningu annarkvort að setja það inn í chatið eða þeir vilja ekki koma fram með mynd, en þeir sem vilja kveða sér ljós og bara biðja orðið og setja lyft upp hönd og við köllum inn hver næstur, svo séum ekki að tala henni belg og bið. Takk fyrir. Hver var að biðja orðið núna? Ólafur. Ok, gjörðu svo vel, Ólafur. já, bara ganni í kjölfara á þessari umræðum skatta. Mér heyrist Jói alveg geta hugsað sér að hækka svona einhverja skatta á þá efnameiri og tekju hæstu. Það beðið að velja kannski ef hann mætti forgangsraða. Svona 2 hækkanir eða þrepa, það sem hann ætlar að skerpa á þrepaskiptingunni eða hvað það er. Að því, já, hvað það væri þá? Skemmtilegt. Sko, já, sko, ég elska eiginlega alla skatta, sko. En ætli maður myndi ekki velja, sko, að mörgu leyti það er mjög hagkvæmt og skynsamlegt að skattleggja, sko, háar launatekjur og forstjórum og svona. Og það líka, hefur svo mikil og bein áhrif á launamyndunina í samfélaginu. Því þá, það bara hefur þau áhrif að launabilin af fyrirtæki lækkar, þannig að, og þetta eru, meðan sko fjármagnstekju skattur, það er miklu kvikari skattstofn, það er oft þetta er svona, ég meina, auðveldar að fara með fjármagn úr landi heldur en margar fasteignir, flytur ekki húsin hratt úr landi. Þannig að ég held að það sé gott sko að byrja á því að koma á alvöru hátekjuþrepi í tekjuskattskerfið sko. Og sko það er ekkert sérstaklega róttækt við það. Svíar eru með þetta í 55 eða 7% minnum mig, og hinn Norðurlöndin í svona 53-4, bara á sem sagt kannski tekjur yfir segjum 2,5 milljónir eða eitthvað svoleiðis. Eða helst aðeins neðar kannski. En og svo finnst mér stóreignaskattar bara mjög skynsamleg skattheimta. Ok, takk fyrir þetta. Vilborg, var ykkur búin að lyfta upp hönd eða biðja orðið? Nei. Þá ætla ég að koma með, ég ætla að koma með eina spurningu svo ef það er eitthvað sem hefur óskað, og svo ætla ég kannski að biðja Jóa bara að loka þessu svona, við hefum örfá mínútur eftir, en þá kannski að heyra afstöðina í klassísku málaflokki sem heitir umhverfis- og auðlindamál. Hver er svona þín sýn á því ef að ungur efnilegur þingmaður kemst á þing og leggur einhverja mála vogarskálan til svona sín fyrstu mál. Hver er svona þín afstæði þessum málaflokki? Takk. Sko ég held að þróun auðlindamála næstu árin muni velta rosalega á því bara hvers konar ríkisstjórn kemst til valda. Ég er ekki viss um að einn þingmaður muni ná að hreyfa mjög miklu þar sko, nema sem hluta stórum stjórnarmeiri hluta. Hvað eru oft farið til útlanda að sé, það er skemmtileg. En sko, ég meina, það hefur verið stefna Samfylkingarinnar frá upphafi náttúrulega að því best veit að innkalla kvótann og bjóða hann upp og gera það á að það bara gerast innan að það bara passa að kom ekki niður á rekstri í greininni sko, og stuðli ekki jafnvel að aukinni samþjöppun sko, og passa hvernig það er gert. En ég held að bara, mér finnst að á bara fyrstu dögum nýs kjörtímabils eigi að hækka veiðigjöld og fara bara í vinnu við það hvernig er hægt að endurskoða fiskveiðistjórnarkerfið með skynsamlegum hætti í samræmi við þessar grunnhugmyndir Samfylkingarinnar uppboðsleið og tryggja að arðurinn renni ekki bara í ríkissjóð heldur líka inn í byggðarlögin sko. Svo var Þorgeir með spurningu
hvað hefur oft farið til útlanda. Og beint til hans. Og svona þokkalega oft, ég er náttúrulega búið í Bretlandi undanfarin ár, sko. Það var alltaf að flakka á milli. Ok, herri, hérna, kannski ef enginn er með spurningu akkur núna, kannski er ég bara með svona loka spurningar til þín, Jóhann. Þú sagðir áðan að það var svo mikilvægt að þegar nætur kosningar að vera í beinu samskiptum og samræðum við kjósendur. Segjum svo að þú ert að fara núna að banka einhvers staðar í hús í Reykjavík norður og ef fólk spyr þig af hverju kjósa þig og af hverju kjósa Samfylkinguna, hvað væri þitt svar? Hvert er þitt svar? Myndi segja, sko, ef ég myndi hitta barnafjölskyldu myndi ég náttúrulega segja henni hvernig við ætlum að gjörbreyta lífskjörum barnafjölskylda með því að endurreisa barnabótakerfið, sko, og fara dönsku leiðina. Og það mun virkilega skila sér í budduna hjá barnafólki, sko. En svo myndi ég líka bara reyna að höfða til þess að við erum á mjög svona þýðingamiklum tímapunkti. Skiptir bara rosalega miklu máli hvers konar stjórnmál og hvers konar forgangsröðun verður ofan á akkurat núna og næstu árin, vegna þess að stjórnmálamenn munu þurfa að taka mjög afdrifaríkar ákvarðanir það hvar byrðarnar lenda, hvernig takmörkuðum gæðum verður forgangsraðað, hvort við ætlum að verja almannaþjónustu, verja afkomuöryggi fólks, hvort við ætlum að byggja upp opinbera kerfið eða skera það niður. Við sjáum hvað stjórnarflokkarnir núna að gera, þeir að veikja eftirlitsstofnanir, þeir að leggja niður skattrannsóknarstjóra, þeir að veikja umboðsmann Alþingis sem getur ekki sinnt frumkvæðisathugunum og staðið vörð réttindi fólks og varnað valdníðslu í stjórnkerfinu. Við sjáum að samkeppniseftirlitið þau vilja halda áfram að draga úr fjárveitingu til þess, sko, akkurat á tímum þegar síst skildi, þegar það er mjög mikil hætta á samþjöppun og það veldur bara svo mikið á því í svona litlu samfélagi eins og Íslandi að réttur neytenda sé varinn og að það sé eðlileg samkeppni hérna. Það er eitt af stóru kjaramálum. Það er verið að leggja niður Neytendastofu eins og Teitur Atlason byggir á. Þetta er bara og sko stjórnmálaflokkarnir eru bara með mjög ólíka sýn á það hvernig samfélagsgerðin á Íslandi eigi að vera. Sjálfstæðisflokkurinn og hans fylgitungl vilja svona fara meira og meira í áttina Bretlandi og Bandaríkjunum. Við viljum svona þessa klassísku jafnaðarstefnu í anda Norðurlandana, sko. Og til þess að því stjórnmálamenn veifa ofta einhverjum svona Gini-stöðlum og svona til marks það sé svo mikill tekjujöfnuður hér, en ef við ætlum að verja einhvern jöfnuð þá þurfa stjórnmálin að stíga svolítið fast inn núna, og það er okkar stjórnmálamanna, við höfum mjög mikið það að segja hvernig áhrif, eignir, tekjur, yfirráð í samfélaginu þróast, og við vitum hvað Sjálfstæðisflokkurinn vill í þessum efnum. Við vitum hvaða flokkar eru meðvirkir með því ástandi sem Sjálfstæðisflokkurinn er að skapa, og Bjarni Benediktsson hefur verið að vinna að því að skapa síðustu 8 ár í fjármálaráðuneytinu. Og það veldur bara alveg ofboðslega mikið á því að Samfylkingin ná í vopnum sínum, og það er lykillinn að því að verði mynduð almennileg félagshyggjustjórn fyrir venjulegt fólk á Íslandi, sko. Ok, takk fyrir þetta. Við erum komin rétt rúmlega yfir í tímann, en ég ætla að leyfa þér að fá 1 mínútu sem svona lokaorð til þess að segja okkur frá því hvernig næstu vikur og mánuðir fram að kosningu verði hjá þér og þín sýn hvað við þurfum að gera í flokknum, svona umfram það sem við tæptum á áðan. Og 1 mínútu, gjörðu svo vel. Já. Ég ætla náttúrulega bara, sem ég langar fyrst og fremst að gera núna er að bara tala framtíðina, tala hvernig samfélag við viljum að Ísland sé, og kynna þá sýn, og ég held að og við þurfum bara þurfum að passa að fara ekki á taugum yfir einn og einni skoðanakönnun. Þetta eru fylgið er bara að hreyfast rosalega mikið. Við erum búin að dangla milli 13 og 18% allt kjörtímabilið, sko. Nú erum við 12, já, við þurfum bara að lífa okkur svolítið upp. Og það gerum við með því að vera bjartsýn, vera tala fyrir því sem við viljum sjá. Við erum með góða stefnu, gott fólk. Þurfum við bara að gera þetta. Þurfum að stefna því að
Þurfum að ná 3 þingmönnum inn í Reykjavík norður og Reykjavík suður. Í norðaustur, helst kragana líka. Þetta alveg hægt, sko. Heyrðu, þetta voru frábær lokaorð og mér langar að þakka þér fyrir mjög skemmtilegt og spennandi stefnumót og ég vona að þið sem sátu með okkur fundin að við notið þess líka. Það var bara virkilega gaman og vel heppnað. Við sjáum svo aftur á morgun klukkan 5 og Hvað næsta stefnumót? þá hún það var Helgavala á morgun, já. Við erum svo ruglið í dagskránna. Vingur okkur, hún þarna morgun, já. Þannig að það verður ekki síðra stefnumót og vonandi skemmtileg bara umræðin eins og var hérna í dag. Að því sögðu þakka ég kærlega fyrir og sjáumst bara í næstu Takk allir sem mættu. Takk.